Góða kvöldið og velkomin í ljósleiðaradeildina. Við erum komin á undanúrslitin, fyrri undanúrslitin að hefjast núna og við erum með algjöran frábæran leik hérna í kvöld. Það eru tvö gífurlega þekkt logo hérna, beint á milli okkar, Óla. Já, þetta er alvöru rimma, eins og maður segir. Já. Og svona bara í takti það sem við erum búin að tala allt tímabilið, þessi stígandi sem hefur verið í Þór. Þú veist, Dusty náttúrulega búin að vera þokkalega stöðugir en þú veist, alltaf að spyrja hvenar fellur víið, skilurðu, það bara kemur að því á einhver tímapunkti, það hlýtur að vera. Þannig að, er það í dag? Fyrir utan sögu er Þór eina liðið sem búið að taka mapp af Dusty. Þannig að það er eitthvað og mögulega er þetta konfettið sem að getur gefið okkur alvöru leikinn í kvöld því að við skulum bara vera mjög hreinskilnir. Dusty eru búin að vera ósigrandi á þessu tímabili og vera bara með besta leikmennin á Íslandi. Þeir eru með besta kjarnan, náttúrulega hvað besta supportive elementi í liðinu, gífurlega overqualified sportleikmaður. Já, þú veist, þeir eru eiginlega ekki með neitt stað sem þú bara, þið verðið eiginlega að skipta þessum út hérna. Nei, það er enginn þannig. Þannig að, en ógeðslega skemmtilegt að minnist á, þú veist, þennan stígandi á Þór, því að í fyrsta leiki, man eftir fyrstu tveim leikunum sem við horfðum með á bæði Þórsleikir og við vorum bara, það er eitthvað þarna, en þeir þurfa tíma og það er nákvæmlega það sem er að gerast, því að ef að Þór væri hinum einn í brakkitinu, þá myndi ég segja að Þór er að fara í úrslit. Já. Ég held í sammálaðir þar og það er það sem verður áhugavert að fylgjast með núna í kvöld. Þú veist, spurningin er bara, eru þeir búin að ná hæðinni, skilur við, þú veist, eða eru þeir að halda áfram að bæta sig. Svo er líka spurningin, þú veist, hvernig nálgast Dusty þetta playoff, hafandi unnið allt á tímabilinu og verið ósigrandi, horfa þeir á Þór sem ógn, skilur við, þú veist, töpuðu mappamótið þeim, eða eru þeir að taka svo aðeins léttvægar, hvað eru Þór búin að gera síðustu vikur, eru þeir búin að grænda, eru þeir búin að setja inn vinnuna, þetta er allt spurningar sem við fáum svarað inn á server í kvöld og það er ástæðan fyrir því að ég er svona spenntur fyrir svona leik, við, eins og segir, ég held að það var fyrstu 3 útsendingarnar eða eitthvað sem við fengum, allt Þórsleikir, þannig að við horfðum aðeins mikið á Þór spila. Og þú veist, ég meina hvað, fyrsta vikan fara þær í OT á móti Neista í overpass, virðast bara rosalega skeikjulir, sérstaklega setjaliðin hjá þeim, virðist vera svolítið svona out of sync, þeir voru ekki alveg að ná að færa sig á rétta staði og spila almennilega svona vörnin á okkur öðrum, það er eiginlega allt farið. Og núna erum við að sjá bara virkilega þétt lið þarna og ég bara, þú veist, ég held að Bjarni sé eitt besti in-game lítir landsins, liði kringum hann greinilega búið að stíga upp og þeir eru búin að læra hvernig þeir eru að spila saman þannig að ef þeir ná að almennilega loka þessum glufum á varnarliðinni í kvöld þá held ég að þetta verði bara erfið sería fyrir Dusty. Já, og talandi Dusty þá kannski fáum við bara Dusty rakleiðis hérna upp á skjáinn og line-upi sem við erum búin að tala um þetta. Rafle, Dabbe, Tony, Pandas og Peter. Pandas, hann er búin að sinna mikið af hlutverkum í gennum tíðina. Eitt af þeim var hann var co-streama. Já. Líka. Já. Það er bara frábær aðali í nákvæmlega það. Skemmtilegur. Já, bara frábær og var með giveaway og ég veit ekki hvað ógeðslega skemmtilegt að fylgjast með honum. Hann hress, kátur, en er hann að fara að sigra einn í kvöld? Já, það held ég. Sko, ég meina, þú veist, hvað getum við sagt þetta lið, skilur við, þú veist, það er bara, ég held að við sem búin að tala þetta lið það oft og það mikið allir sem er að horfa að vita nákvæmlega hvað þeir eru að fá hérna. En við komum alltaf aftur að því bara, þú veist, Rafle, hvernig hann er búin að spila á þessu tímabili, hvernig hann spilaði í eina Dusty-leiknum sem við lýstum á tímabilinu. Já. Þú veist, það var bara eitthvað svona John Wick level af árásagirni í honum og það virtist engin eiga neinn svör. Þannig að við að sjálfsögum að horfa til hans hérna í kvöld til þess að vera áfram þessi stjarna fyrir liðið sitt. En ef hann er ekki að mæta fullkomlega til leiks, að þá eru svo margir sem geta pikkað upp slakan á bandinu og þá er ég sérstaklega að horfa á til dæmis eins og Tony og bara, þú veist, þetta er svona eitt af þessum liðum þar sem að þú ferð inn í degluspar og þú ert bara eitthvað
50-50, þú veist, bara að þeir vinni þetta ránd og mér finnst það koma mjög mikið á bakinu á Tony sem bara einhvern veginn hittir þessum skotum. Þannig að ég bara, þú veist, hvað getur maður sagt? Þú veist, það virðast ekki vera neinu veikleikar en það líka svolítið þannig sem að öll lið sem eru svona dominant líta út þangað til að einhver opinberar veikleikan. Nákvæmlega. Og ef það einhver sem getur gert það sem að með glósubókina, með reynsluna, hefur verið í þessari stöðu áður undir þessu merki meira segja, þá það Bjarni. Eitt sem ég langar að spyrja bara svona snögglega og þetta line-up því að við erum gengið núna í gegnum nokkur svona line-up sem eru svona dominant line-upin sem að bara ráða öllu bara á Íslandi, vinna allt og já, þar á meðal Dusty, Þór, Hafið og já, hinga og þanga við förum lengra aftur í tíman. En mér langar að spyrja sérstaklega út í þegar þú hugsar Dusty line-upið, þetta Dusty line-up, hver myndir þú segja að væri styrkleikin á liðinu? Sko, þú veist, bara, ég myndi segja nummer 1 bara fracking power, skilur við? Já. Þetta er allt leikmenn sem geta bara, sem spila inn í styrkleikana sína og vinna duels. Já. Þú veist, þú ert ekki með leikmenn inni sem einhvern veginn bara eitthvað, já, ég ætla að hlaupa og taka þennan fight, þráttur það að ég sé venjulegast ekki gæðin sem swingar. Þú veist, ef þeir eru gæðin sem heldur línu, þá halda þeir línu. Ef þeir eru gæðin sem þarf að fá flash og stöff og undan sér, þá þeir það. Ef þeir eru gæðin sem á að vera annar en á sæt og að taka secondary, þá gera þeir það. Þannig að, þú veist, fracking power og ægi og svo bara rosalega mikið svona hvað þið sagt, andleg ró, skilur við. Mér finnst ég aldrei sjá þá panika. Ef að, hversu margir 6-6 hálfleikar hafa komið, hversu mörg lið myndu brotna, þeir hafa ekki tapað einni seríu, þráttur að vera örugglega með fleiri 6-6 hálfleika heldur en öllunum lið í deildinni, sko. Og það þýðir bara, þú veist, það eitthvað next level, að bara svona, já, strákar, þetta er ekki alveg að ganga, hvað ætlum við að gera núna? Og til þess að þú geti tekið það skilvirkt leikli og þú getur komið út og bara klárað mappið að þá þarftu að vera rólur í hausnum, yfirvegaður, þú þarft að þekkja takmörk þín og styrkleika og veikleika og þú þarft að geta klárað allt á einhverjum 30 sekúndum skilur til þess að komast að einhverju niðurstöðu sem að læta þig vinna leikin. Þannig að það er svona það sem ég myndi segja að vera styrkli. Og mér langar að taka þetta aldrei á þetta og bæta örlítið við, mjög sammála með þessu fracking power, en einnig sko, þetta svipar mjög mikið til line-upsins, því þetta lið spilar ótrúlega mikið saman og er dálítið puggy og bara skýtur hart og þeir eru með náttúrulega að sjálfsögðu einn leikmann þarna inni sem að var í því line-upi sem er Tony sem er dálítið svona búin að lengja legacyið sitt á Íslandi og það er orðið ansi langt hjá Tony akkur núna, hann er búin að vera á toppnum mjög lengi þrátt fyrir að hafa tekið þarna pásu í smá tíma og annað sem að mér finnst ákaflega skemmtilegt að minnast á með Dusty er að þeir eru með þennan það eru allir inn á serverunum hjá þeim sem geta tekið yfir leikina ef að hann á bara þennan leik. Vissulega við sjáum minna af því hjá Pandas bara út af hluturkir sem að spila. Hann getur samt gert það. Já. Og við getum ekki sagt þetta alla leikmennin í hinu liðinu eins og til með Þór. Þetta er mjög skemmtilegt line-up og þetta er svona eitt af uppáhalds line-upinum fyrir mig að horfa á svona í gegnum 22 ár sem ég fylgst með CS. Bara svona mjög, þetta er svona high playmaking svona skemmtilegt line-up. Þetta er bara, ég veit ekki, þú veist, aftur, hvað getur þú sagt? Þetta er bara lið sem að, skilur, þeir geta tekið eitthvað set play og bara farið inn í eitthvað round og sagt, við ætlum að gera þetta og gert það. Þeir geta farið inn í eitthvað round, lent í vesinni, tekið eitthvað mid-round call og pivotað og klárað það. Þeir geta farið inn í eitthvað round, þeir geta mista alla leikmennina að stemma, geta verið stattir í 1-4 klötsi og þeir geta klötsa. Þú veist, það er bara virkilega erfitt að díla við það og þú veist, kalibrað leikmönnum, skilur við pound for pound, getur alveg sagt það sé það hæsta á Íslandi en á sama tíma, þú veist, ef þú ætlaðir að setja saman, skilur við bara lið sem að myndi innihalda bara allra bestu spilara landsins, þú veist, væri það þá nákvæmlega þetta line-up sem við myndi setja saman eða myndir þú skipta kannski 2 þarna út fyrir eitthvað annað, ekki þá að hugsa til, skilur við, synergíu að spila saman og allt þetta, en munurinn er bara að það eru svo margir bitar sem að geta gert þetta í þessu liði eins og þú segir, það geta allir tekið yfir leikinn, er að, þú veist,
í þessum aðstæðum, undir þessu line-upi, þá eru þetta sennilega þeir 5 leikmenn sem ég myndi mest treysta til þess að vera í 1-4 situationu á landinu og vinna það. Já, algjörlega. Og það er bara, hvað ætlar að gera á því? Þú veist, bara, ef þú ert ekki tilbúin með djúpan póka af trikkum hinum megin, skilurðu, þar sem þú getur dregið eitthvað upp og komið þeim eitthvað óvart eða komið inn í hausinn á þeim eða mætt þeim einhvern veginn og sýnt það að þú sért að kynna þig leikina og lesa þá er enginn að fara að vinna þá. Eitt sem er líka svona skrítið eða skemmtilegt við Dusty er að allir þessi leikmenn myndir labba inn í öll starting line-up í öllum liðum í deildinni. Undan teknikalaust. Þú ert með besta vappan í rafli. Þú ert með Dabbe sem er bara geggjaður entry-fragger sem að, hefur svona breytt örlítið hlutverkinn sinu. Þú ert með akkerispilarinn Tony sem myndi vera akkerispilar í hverju einasta liði í deildinni. Þú ert með Panda sem er þessi supportive element, playmaking, entry, bara myndi fara hvar sem er inn og Peter, ég þarf ekki svona að segja, Peter er búinn að vera að spila CS bara það lengi og er búinn að vera góður það lengi, hann kemur alltaf upp á toppinn aftur og það er alltaf að reiða sig á hann sem bara þennan stabíla bara, ef ekki fyrsta stjarnan þá önnur til þriðja og hann er alltaf þar, alltaf. Það er ótrúlegt þetta longevity. En á þeim orðum þá ætlum við að kíkja hins vegar á lið Þórs og skemmtilegt nokk að leikmenn sem eru í Dusty núna, bara svona til að minna áhorfendur á það, þeir voru fyrir einu tímabili síðan allir í herbúðum Þórs, þannig að þetta er, já þó þetta sé ekki ræðanlega milli leikmannana, þá er allan að Þór orgið við klálega að fá sigur hérna á móti sínum gömlu leikmönnum. Ég held að það sé ekki til sætari sigur fyrir Þór á þessu tímabili heldur en ef þeir slátast út í undanúrslitum. Já, Bjarni og hinn Bjarni, þeir eru mjög ánægir. Það er Bjarni, Viktor, Stjáni Guli, Mozart og Tætt. Stígandi er orð sem við erum búin að fara rosalega oft með þetta. Mögulega er þetta svona, final formið á Þór því að það er eins gott, því að þetta er langstæðista prófrunni þeirra og ef það standa sig ekki í stikkinu hér í kvöld, þá gætu þið lent í frekar stuttum leik. Spurningi mín er bara, hvað er pressi? Einmitt. Ég er með að skrifa þetta niður, engin pressi og þá verður leikmærin sem að pressi hefur verið að spila fyrir í fortíðinni, Mozart og Tætt í rauninni, þeir tveir verða að stígu upp á mismunandi hátt samt sem áður. Mozart verður bara að dominata á vappanum. Hann verður að sýna það að þú veist, það er erfitt. Það er mjög erfitt, en það er hægt að finna einhvers konar impact annars þar á mappinu þó að sé ekki 1-1 móti rafli. Hann verður bara að rífa eitthvað upp úr rassvasanum út úr Facebook playbookinni og bara búa eitthvað til fyrir sitt lið. Og eitt sem við höfum verið að tala með Tætt, þetta er ekki stærsta stjarnan á Sörunum, alls ekki, en hann þarf að vera, pun intended, Tætt á þessum flöngum hjá sér því að hann hefur verið rosalega, það er búið að ná honum aðeins of oft þar sem hann er ekki rétt tímasettur og þetta verður bara að vera Tætt. Hann er, þú veist, þrátt fyrir það að það séu ekkert margir held ég sem getur fyllt þetta hlutverk mikið betur, að þá hefur hann verið stundum smá eins og svona álfur út úr hól í þessu liði sem annars við spila mjög þétt saman og við töluðum það, þú veist, að það virtist stundum vera með pressaðinn og sörurnum að það væri einhvern veginn meiri trú í firepowertum hjá Þór og það gæti náttúrulega líka verið bara kannski voru þeir að finna fleiri opnanir eða eitthvað, en það virtist vera svona einhver aðeins öðruvísi andi yfir liðinu sem tengist heldur ekkert endilega Tætt, af því að við höfum alveg séð þennan sama anda sem að lúkar ánpressa ganga mjög vel og Tætt spila mjög vel en samt liðið einhvern veginn allt spilað aðeins öðruvísi í kringum hann. Þannig að ég held að þetta sé ekkert bara eitthvað sem við getum sagt bara já, Tætt verður að eiga eitthvað þvílíkan leik, heldur þú ert að spá í allir umgjörðin í kringum hann og hvernig liðið hlustar á það sem hann er að gera, það spilar í kringum það að hann sé inn á server en ekki pressi. Þannig að þetta fer svona í báðar áttir en aftur, það sem ég er að horfa á það er Viktor. Af því að hann fyrir mér er bara gæði sem er búin að stíga upp bara sem bonafide stjarna á þessu tímabili. Karri leikmennir tveir, Mozart og Viktor og þá langar með að highlighta eins og þú, Viktor. Viktor er bara, hann verður að vera til staðar. Það þarf bara einhver að koma með honum. Mér er alveg sama hver það er. Stjáni Guli, Bjarni,
alveg drull. Einhver verður bara að koma í eitthvað matfrakking drast með Viktori því að hann getur ekki unnið þetta lið einn. Það ekki séns, ekki fræðilegur. Á þeim orðum þá ætla ég kalla á vítóið sem skilst að sé tilbúið. Okay. Ég spáði fyrir Train Nuke Overpass. Train Nuke Overpass það út. Ok, Dusty vil ekki Overpass. Sem að kemur óvart. Þeir eru að opna fyrir Ancient sem að gæti hent skrúleikil í vítóið. Samt sem áður, ég hef sagt að margóft Dusty eru alveg góðir til að spila Ancient. Þór banna Ancient? Reyndar gæti verið að það sé reyndar permabanni á Þór, ég tekka ekki á því. Train hins vegar kemur inn. Dusty hafa verið að spila gífulega mikið Train. Nuke annar mapp sem að gæti komað þarna inn. Nákvæmlega þannig. Inferno Overpass svona líklegast og það eru þessi möpp sem eru eftir. Inferno og Mirage. Ok. Ég meina við erum ekki búin að sjá Dusty á Mirage en þú veist, ég ger alveg ráð fyrir því að þeir kunni að spila Mirage. Já, þeir kunni að spila Mirage. Þeir spiluðu Mirage á móti Vega senast í 2-0 sigri. Það var erfið sería í rauninni. Þetta er eftir að Vangar fyrir úr liðinu. Liður hefur verið eitthvað aðeins brotið eftir það en pælum ekki til því. Við sjáum þá aftur á 5. En ok, við erum að horfa á Train Nuke Mirage. Þór litu vel út á Mirage. Svo sáðu þá aftur á Mirage eða ekki? Á móti, sáðu ekki Þór tvisvar á Mirage? Við sáum það á móti Bakkus. Þeir voru alltaf bara rúlluðu Bakkus bara lélegir á þessu tímabili og þeir unnu sögu í Mirage. Það var hörku sería. Hörku sería sem að þeir börðust mjög vel og það kom okkur aldrei á óvart hversu auðveldlega þeir fóru með sögu í þeirri viðureign í raun og veru og þar voru við í raun og veru að sjá Þór svona, ok, þeir voru komnir yfir mitt í hann sko og mjög áhugavert að þá voru við fyrst, ok, þetta Þórslið á heima í úrslitakeppninni og það er að fara að gera einhverja hluti og hér eru komnir í undanúrslitaleik á móti besta liði í Íslandi. Sko, núna er ég venjulegast gæinn sem er rosalega svona delusional með spátna mínar af því að ég er alltaf svo vongóður og mikill draumóra maður að fá eitthvað svona rugl en ég horfi bara á sko Train Nuke og ég er bara hvernig ætla þeir að koma þessi 3 leikja seríu. Þú veist, það er bara þú veist, logic dictates að það er engin eitthvað svona, þú veist, það er ekki það mikið uppsett í þessu vítói að ég horfi á þetta og er bara, já, heyrðu, þú veist, þetta er bara 2-1 sería, skilur þú veist, ég bara, ef Ancient væri þarna, þú veist, bara allt annað jamt, ef það væri, þú veist, Ancient, ef það væri Overpass, þá væri ég meira svona, þú veist, já, ok, skilur þú veist, ég er bara 2-1 sería og ég bara held að Þór geta líka með þeim run for their money á Mirage. Já, bara ógeðslega erfitt með að sjá hvernig þú vinnur Dusty í Train Nuke. Sko, ég skal setja upp. Nú skal ég setja með Þór húna. Ok. Það eru nokkri hluti sem þurfa að fara rétt fyrir Þór hérna í kvöld. Til að byrja með allavega, þá fáið Train á móti sér. Dusty pikkar Train á móti þeim og ef að þeir eru í raun og veru búin að finnpúsa City-áleikinn sinn sem þeir ættu að vera búin að gera og það kemur náttúrulega bara með spilatíma þá ættu þeir að geta lokað á Dusty ákveði mikið í City-setinu sínum. Byrja sjálfsög í City þar sem þeir mappi ekki á Dusty. Þar er mjög krúsjál að stjórna miðunni, stjórna rauðastegunum, geti gert það með Util en Stjáni Guli verður að eiga góðan leik inni og loka alveg á það og byrja dálítið að sá fræjum efasemdar í Dusty, ok, þetta gætur erfitt. Íta aðeins á Dusty, sjá hverju úr þeir eru gerðir. Það skiptir svo miklu máli að reyna að, þú veist, að sá þessum efasemdafræjum í championana því að þannig sigrar á. Það er engin ósigrandi, það er búið að taka mappa þeim, það þarf bara að loka. Þeir mega ekki komin í Train og eiga auðvitaðleik.
alls sama hvort að þú vinnur eða tapar fyrsta leiknum, að þá mega Dusty ekki koma og eiga auðvitað leik í train og fara bara inn, bara þú veist, með kassan úti og bara þetta verið walk in the park í Nuuk, að því að ólíkt kannski mjög mörgum öðrum liðum að þá það ekki eitthvað sem fer í hausinn á þeim, þeir bara vinna þeim meira, þú veist, og það svona, þú veist, það kannski pirringurinn í þessu líka, mjög góði punktur að þeir fá þarna CT, þú veist, í train, mjög góði punktur að það mun reyna svolítið mikið á akkirið inni, en það líka svolítið háði að bara entrín hjá Dusty séu ekki algjörlega on point og það sem þeir gera mjög vel að þeir, þú veist, þeir passa sig að flassa eða stöffa flestar línur sem þú getur verið í, þeir neyða þig inn á svæði þar sem þeir geta búist við þér og það mjög erfitt að taka meira heldur en 1, kannski 2 og svo þeir mjög fljótir að koma bófurinn niður og góðir í postplant. Þannig að þetta þarf að vera oftar en ekki 2 og stundum 3 sem hann tekur hana. Og það alveg mjög, mjög stórt álag til þess að setja á 1 mann. Já, hann verður að tjánala sitt allra mesta akkeris bara guð, sama hver það því að þetta verður ógeðslega erfitt og ef að þeir ná að loka á og koma þeim örlítið upp við vegginn og ná að berja niður leið og þeir reyna að býta frá sér í þetta annað, þriðja skipti og ná þessum kannski 9-3 hálfleik, þá þetta orðið strax geranlegt. Ok, ef þeir stela mappickinu hjá Dusty, þá eru þið konur í séns. En ef þeir stela ekki mappicki hjá Dusty eða jafnvel eiga frábæra Nuuk-leik því að við vitum hvernig Dusty eru í Nuuk, þá ég ansið hrættur að þetta verður fljót 2-0 sería. Já, ég allavega spenntur að fylgjast með Tommy og í þeim orðum og þá eru komnir inn í þennan leik Þór á móti Dusty hér í undanúrslitum ljósliðara deildarinnar og það að duga eða drepast fyrir þessi lið. Winner advances, loser goes home. Þór byrja terr. Þeir byrja terr? Þeir velja terrlið. Og ná, góðu í crossfire-inu, taka niður 2, treyta jafnt. En aftur Tony að standa sig vel þarna. Já, algjörlega. Bombarna koma niður þegar að gera rétt. Pússa þarna inn, fjarkan, Molli, lélegt flass. Þeir voru að reiða sig á að flassið yrði gott og raflinn Bjarnar, raflinn Viktor. Og það enginn sem að stöðva rafli hérna. Hann algjör final boss. Þegar kemur á þessu. Lassi flýgur þarna inn, Tætt með 1, Tætt með 2, Reynir þriðja og Tætt klötsar þetta 1 á móti 3 og það verður ekki þrengra en þetta. Talandi hann þurfa að vera Tætt, hann kemur sér og sigrar hér í fyrsta rándi, Tommy, og þetta risastór byr undir báða vængi fyrir Tætt farandi inn í þessa seríu og ef við erum að tala hann sem einhvers konar, þú veist, veikar lekkin í annars sterku liði að honum ólöstuðum að þá gæti þetta bara breytti. Algjörlega og líka ef þú ert innan gæsalappa veikasti hlekkurinn þá að sína fram á það að þú sért verðmætur á einhvern annan hátt og hann gerði það nákvæmlega þarna. Og þetta bara svona, og bara svo ég haldið til að haga, við viljum hvorugir raunverulega kalla hann veikarlekkin því að hann góð leikmaður. Gífurlega góð leikmaður. Mozart hér, það búið að fella 1 í rauðastiga, það 3 á 3 hérna, Tætt, Mozart og Viktor. Kallið komið, hvert alltaf að enda með bombuna, en eiga Mozart alltaf inni í Popdog, Tony Lár og senda eitt leikmann inni til að klíra það. Einn í fjarkanum, það Mozart, alltaf að reyna að sjá hvort hann get ekki splitta eins upp vörninni. Tony Lár næran leikmanni með sér, það stóra spurningin. En ætti ekki að vera hægt sko. Mollin fyrir djúpt. Já, Kóri Píter. Einhvern veginn getur verið stór. Hér nær einum, fellir bombuna, hendir smóknum út, Tætt. Það gerir sér stóran, en getur það ekki. Píter með 2K. Mozart nær einum, þeir eru lágir, þeir eru undir þessi Molli nákvæmlega saman 40, en Píter gerir vel. Það 3K á Píter, 4K fyrirgeð á Píter. Eins og ég segi, þetta bara, skilur, Tony 17 líf þarna. Þetta það sem ég meina með agan, Tommy. Já. Þú veist, jú, hann fer þarna fram og ætlar að taka smá info. Leið hann sér þá, hann bara bakkar út í hot og bara hangir þar. Hann bara ekkert mál að leyfa þeim að fara fram hjá restina af liðinu bregst við. Það ekkert panik.
ef Tony fellur þarna, spilar þetta round allt öðruvísi. Algjörlega, þá eru þeir 2-3 strax, eiga Mozart þarna inni, geta kallað hann tilbaka. Þú veist, midround-kólið, late midround-kólið verður allt öðruvísi fyrir Þór. Það verður mjög þægilega. Það getur Pandast farið hamförum inn í termitinu þarna. Hún að finna 2 tætt, heldur áfram að finna hausa. Hún að finna dabbið þarna. Peter þá núna undir pressu, getur reynt að koma bombunni niður. Gera það og það er bara góð niðurstaða nú þegar sem að fá eina fellu og niður með bombu. Snittilegt skot hjá Bjarni. Þetta falla hér, gerir það. Pandast með 3K og aftenginguna. Já, en gott plant hjá Þór þarna. Bjarni er byrjaður að tala, byrjaður að segja mönnum hvernig þeir eiga að gera þetta og það er svona annað svona win condition fyrir Þór. Bjarni þarf að vera undirbúinn inn í leik. Þetta mappúl á ekkert að koma um eitthvað sérstaklega óvart. Fyrstu 2 möppin eru nákvæmlega möppin sem voru í senasti seríunni. Inf kom í endan senast. Hann á að vera undirbúinn og á að vera með allt á hreinu og það gæti verið ástæðan fyrir að Velur terrið það. Já, og þetta er líka bara, þú veist, Dusty er lið sem þú vinnur í glósubókinni. Þú veist, ef þú ætlar að taka niður það sem virðist vera ósigrandi lið, þá gerur það úr glósubókinni. Þú gerir það úr því að koma inn í leikinn með einhvers konar kenningu hvað það er sem mun verða þeim að falli og þú executar á þá kenningu. Algjörlega, ég meina, Saga opnaði fyrir þetta. Saga sýndi hvernig á að finna veikleika allavega í núk hjá Dusty á skjálta og það er vel hægt að misnota það. Dabbi með tætt lítið sérsti Dabba hérna í fyrstu rándunum. Hans annað fragg Pandast inn í termitinu. Þetta ætti að vera frekar þægilegt fyrir Tony, búinn að komsa. Þeir eru með þríhyrningsvörnina á þessa sókn hjá Þórsurum. Þeir eru svo góða staðsendingar. Þeir eru með góða staðsendingar. Já. Komni með framalega stöðu í tvistinum. Þetta er erfitt að bregðast við því þegar kemur drauða. Já, þetta er bara að þeir eru staðsettir, leiður upp að ná stjórnarmappinu, þá eru þeir staðsettir á hátt sem leyfir þeim að takast á við alla sóknir án þess að vera líklegir til þess að gera mistök. Þú veist, það er alltaf einhver til þess að valda allar stöður. Og það er mjög mikilvægt og eitthvað sem að held ég margir geti lært af, en Jóni Guli, hann er komin út og hann er bara að finna 2 og það er eitthvað sem að fólk getur lært af, það er bara að finna leikmennina, hann sér mér þess að Tony hoppa upp á lestina en Tony og Rafle eru spilda frábærlega en Tætt, hann er komin í bak, hann læri ekki að finna neitt og þeir eru þá 2 á 3 hérna. Mozart komsara einnig komin í fyrstinn, Bjarni hann komið inn í sætið, Mozart með Rafle, Tony eiga vita hvar hann er svona niður komin nokkurt veginn. Mozart með bombu. Já, Mozart með bombuna, Bjarni verður að lifa þarna. Bjarni verður að lifa. Og gerir það og gott betur. Það er Bjarni sem að klára þetta en þetta er alveg skuldlaust í Rassason og Stjána Gula þarna. Double entry út í Ólaf. Já og þetta var glósubóka stratt, þú sást það alveg strax. Þeir eru greinilega búin að kalla það, þeir eru stundu gjarnir á það að skilja ævi eftir opin snemma. Þeir hlaupa með 2 leikmenn þar í gegn á bakinu á kaosnum sem að Stjáni Guli veldur þarna út Ólaf og ná einhvern veginn að læða Viktor þarna inn. Nei, Mozart þarna inn. Þú veist, þetta er bara, Dusty bjóst alls ekki við að vera annar leikmaður og lurk í bakinu. Mozart treytaður út en nær einum. Þetta er betra fyrir sóknina og aftur Ivy skilið eftir. Lið gjörn á að skilja þetta eftir en Tony hendir niður smóknum frekar snemma. Vill samt ekki vera að glápa á smókin allan tíman eða hvað, 3 til staðar núna. Já, þetta er greinilega eitthvað sem að Þórsarar eru búnir að bera kennsla á hérna. Stjáni Guli, hann mun vera með línu á Tony þegar smókurinn hverfur. Spurning hvort að Tony búist við að gera það. Tætt reynir að bæta í þarna en það er bara afgreitt 1, 2 og 10. Tony og Rafle þarna afgreiða þessa sókn gegnum Ivy. Finnst þið svona vantaði kontakt á leikmannin inni sem er að tíkulpíka bara til að láta vita við erum 100% ekki á Ivy?
Já. Og það er Afle sem að loka þessu. Hann fekk bara komið hjálpaðurinn á Ivy og þetta var eitthvað söst. Það var framalegu smók, það var ekki hreyfing neinstaðar á mappinu. Það var einna silenta að Brownhall sem að endaði síðan í Potdog. Þetta er svona, þetta er söst. Já, og þú veist, og þarna var, myndi ég segja sko, tætt hálfri sekundu offsitt í repeakið sko. Já. Ef þú ætlar að taka þetta play og ert með 3 og þú ætlar að vera með 1 sem er að horfa til vinstri í smóknum, af hverju ekki að vera með 2? Bara vera tilbúin, þannig að þú sérst ekki endilega að skipta þessum línum á milli fyrst út með 3. manni til að horfa til hægri. En ég meina, hefði geta gengið, virkaði ekki þetta skipti snillilega afgreiðan hjá Þór og þá sjáum við, hjá Dusty og þá sjáum við annars spar hérna hjá Þór og það er Pantas vel staðsettur til að taka mót þessu. Taktu eftir þessu bait and switchi hjá Peter og Pantas. Hann er kominn framalega rauðastegan. Peter hendimóla, hleypur tilbaka. Það var sko thundersteppi tilbaka. Bara, ég er ekkert að valda þetta. Það er enginn að fylgjast með þér. Tætt með AK og já, hann er komið með 1 frag en fellur fyrir Peter. Já, þetta er bara, þú veist, eins og við segjum, þetta er bara erfitt lið til þess að spila á móti en það að Þór séu búin að ná hérna 2 rándum snemma er alveg góðsviti. Þurfum að sjá aðeins meira frá þeim, annað er náttúrulega Pistol og Stjáni Gulli ef hann ætlar að vera entryð þeirra hérna, þú veist, Viktor er 1-7, þurfum að fá hann í gang. Já. Ef hann er að fara að opna eitthvað meira fyrir þá geta þeir ná þessu ef þeir eru með opnun. Það er rosa stórt ef Pantas beint í entry með Rafle á línunni. MP9 lætur þetta vita á sér, Dr. Flash og smókur út Ævið. Það er svo djúpur smókur sýndist mér. En kemur líka sög. Eiga Viktor hérna og Tætt er að spila þetta snildalega. En það er enginn í liði Dusty að fara að falla fyrir þessu, allavega ekki enn sem komið er. Já, Tætt er hérna að selja þarna að kompa sér tóm. Það virðist flassið upp í Brownhalls og virðist vera stefnan út rauða síðan. Þetta gæti kallað á clear í twistin eða terkumbura, oft kölluð. Þetta ætlar að vera full útipopp, seint útipopp. Og ég fíla þetta því að ég meina þeir vita það að Dusty eru ekki búinir að fá neinar upplýsingar neinstaðar. Eina sem þeir eru búin að gera er þeir eru búin að kíkja út Ivy og þar sáu þeir 1. Já. Þannig að, og það gæti alveg verið set up fyrir það að fara inni. En núna koma smókarnir fyrir úti executið og poppið ætti að fara að koma og Dusty búin að róteta 2 leikmönnum inn. Það eru bara 2 leikmenn hér til varnar. En þá kemur playið Kvartur Rafli gert þarna, hann fellur, Stjáni með 2 opnanir aftur. Gífilega mikið að Stjáni náði þessum fellum, það er smókur fyrir City-kompinu, Peter ætlar að lúra í gegnum hann eða hvað, grípur í kutan og já, virðist vera að þeir gætu leitaði að halda byssum hérna. Það væri mjög agað og virðist alltaf vera mjög agað hérna hjá Dusty. Þeir eru með næga pening til þess að kaupa í næsta en þeir eru mjög meðvitaður það. Þeir vilja ekki fara í þennan, hvað getur sagt, þennan endalausa vítarhring að þurfa alltaf að spara eftir hvert tap. Já, þeir geta droppað hérna bara byssum á Dabbe. Hann gæti þurft dropp, Rafle, jáfnvel vappadropp á hann frá Pantas. En það er háð því hvort að þessi allir að fara að lifa hérna því að Pantas, það er litla drive-byið þarna á MP9-unni. 10-4 á Pantasina. En ég verð að hrósa Þór því að þetta var virkilega vel spilað ránd. Það var bara snirtilegt. Þeir voru búin að selja inni með 1 flassi þarna út í 5-una, rótituðu 2, bara overrótituðu og Dusty var ekkert búin að klíra twistin. Viktor var þar inni, þeir voru ekkert með þetta info, voru hrættir og overrótituðu inn. Þetta er bara sprayið frá Tætt smókin og þetta flass upp inni. Það er það sem við nota til að selja þetta og út af því að Dusty aldrei þessu vann, hússuðu ekki fyrir info, þá virkar það.
En núna sjáum við Dusty slá tilbaka hérna. Pandas er búinn að finna 2. Peter var í hættu þarna en Pandas hann er kominn svo framalega. Hann tekur Viktor í eyrað og þá er það bara tætt eftir 1-5. Það er einum en ekki meir. 6-3 og það er hratt ránd hérna númer 10 og Dusty koma strax tilbaka. Þetta er svo óþolandi örugglega að spila á móti. Þú veist, þú varst að taka örugglega bara svona með betri rándum sem að svona hafa verið spiluð bara á Íslandi, skilur þú veist. Þetta var svona high level round, þú plataði fólk þarna, stjórnaði þessu með smá svona utility conditioning og hérna gafst einhverja vísbendingar, svo flawless executaði eitthvað pop úti. Þeir bara spara 3 byssur, mæta síðan í andlitið á þeir í næsta rándi og eru komni með banka sem er að fara hérna halda þeim bara líku við út hálfleikann. Algjörlega. Þetta er ótrúlega pirrandi. Já, þetta er mjög pirrandi og Mozart var að kommitta mjög fast á það, einhver var að fara að kíkja 5-una, jafnvel raflega á vappanum eða eitthvað svoleiðis, en það var enginn að valda í rauninni fjarkarana hjá honum og bara mjög þægilegt pússin í rauða líka. Þetta var bara snirtilegt aggro play hjá Dusty. Þetta, þú veist, svona eitt og Dusty þarna virkilega gott og 2 menn til að taka móti þessu í rauða. Þá er það Peter. Einstan er góð, Bjarni búinn að búa til hellingaplássi. Viktor lætur vita af sér og fellur í kjölfar á því. Grenstu, tætt þurft að vinna hennan. Varð að vinna hann og fætt, en þetta er erfitt ránd og sérstaklega núna Bjarni 1-3. Grenslaði fjarkan og Rafle með double-zoomið og Bjarni ekki sáttu með þetta. No-kitt Rafle að defna líka. Herru, þetta var geggjað utility hérna hjá Dusty. Já. Þeir voru að spila í kringum það, þá voru mjög heavy í brown holes, snemma í rándinu. Sérstaklega núna með þessa leið inn í rauða að þá ertu mjög ofta að senda leikmennana. Þeir molla þetta í rauninni út þannig að þú þarfst annarkvort að bakka og spila passíft eða þá þú þarfst að fara inn í rauða. Já. Og eru bara með 2 til þess að taka á mótið með þeir koma á það. Kveiktu sinubruna þarna í Breiðholtinu? Já, mér finnst þetta mjög áhugavert eða skemmtilegt play. 100% hægt að taka þetta upp og nýta í face-it-spilinu ykkar. Já, þú veist, þetta er bara, mér finnst við ekkert oft sjá mikið af svona playum í íslensku leikjum. Grensan er mjög góð, getur haldið innum á svona það, Tony og Peter með 3 og eiga að dabba í 5-unni til að taka 1 með sér. Hann hljópa alla 5-una og fekk 1 leikum. Jæja, það er eins og það er. 8-3 og þetta er ekki uppskriftin sem að Þór var búinn að reikna með hérna í byrjun leiks þegar þeir taka terr. Nei, og þetta leit sko að því virðist svona fyrir 2 sekúndum síðan. Já. Þegar þeir vinna þetta ránd hérna og 5-3, þá var maður bara, já, ok, þetta er alltaf að koma. Og svo erum við bara komin í 8-3. Og þetta er farið að líta svona út fyrir að vera ansi erfið dagur á skrifstofunni hérna fyrir Þór og þeir hafa ekki mikið sér til sólar í þessum rándum sem hafa verið spiluð núna. En kaup hérna. Þetta er það sem er skemmtilegt við þetta Dusty-lag líka, er að ef að þú ætlar að hægja á tempónu og taka eitthvað ránd eins og þeir unnu þarna senast að Gunnaróti, þá eru þeir að fara að hækka tempóið og þú ræður ekki við það, þá tapar þau. Já. Þetta er bara, þú veist, þetta er eins og allir þessir face-it leikir sem eru spilaði gegnum tíðina, sem er svona, þú veist, lítur allt í á skorbortið, það er allt í bara svona 8-3, skilur ekki alveg hvað er í gangi. Já. En þarna refsing á pússið frá Pandas, Dabbi er að fara að lita einhverju hérna, hann nær hausinn á Bjarna en Bjarni nær í hausinn á tilbaka. Rótitið annar leikmaður komin inn og það er Peter. Risastórt þegar farið úr sem hálfleik 8-4. Já, það væri töluvert betra en 9-3, það verður að segjast. En þetta er ekki búið enn. Það eru sleggjur ennþá eftir og Peter einn af þeim og hann veit að við erum bara að róta þetta einum inn. Gulli og tætt fallin. Mozart nær einu tilbaka en skilur Viktor eftir í 1-2. Og Rafle. Hann sjálfsögðu auðvelt skot á Viktor þarna og það er 9-3. Þetta er ekki búið en það er nákvæmlega það sem að gerist. Sko Viktor er 1-11 sko.
Hann ekki mættur inn á server. Já. Hann ekki búin að fá tækifæri í svona leik, sko. Það búið að reyna að tía eitthvað auðvelt upp fyrir hann eins og að skilja hann eftir í kompunni en þeir bara vildu ekki pusha hann. Hann fær ekki auðveldufrökin og það bara reynist þrautinni þyngra að finna opnanir á Dusty og Viktor. Þetta ábyggilega hans erfiðasti leikur í deildinni hingað til. Já. En af hverju það að við vorum að horfa þarna 5-3 og Dusty létu bara líta út fyrir þess að þau væri bara 5-5 að taka á móti einhverju poorly executed pussi. það er galdurinn. Það er Viktor hérna til varnar inni, hann er búin að finna einn, búin að finna annan, kveiknar aðeins á honum, þriðji komið fyrir Viktor, hann er búin að fínstilla miði hér í hálfleik. Pítur 50 og Rafle ekki bombuna og það er Tæt sem lokar þessu bæði pistól til Þórs. Já, flawless pistól líka. En töpuðu Forsi í seinasta rándi, gætu hins vegar að vera að fá bara glokkuspar og kaup í næsta rándi á sig sem að væri ansi þægilegt upp á sjálfstraustið á Þór. Já, og bara líka upp á bankan. Af því að munurinn á 9-3 og 8-4 er svo mikið bara efnaðslegur. Nei, Forsa. Já, ok. Ég meina, af hverju ekki? Já, þeir ætla bara að lemja á niður núna. Það er bara nákvæmlega sem þeir vilja að gera og ég virði þá fyrir það. Þeir hafa efna á því, hafa unnið sér fyrir því og ef þú vilt gera það er bara nákvæmlega það sem þið gerir. Og það er inni Pop. 2 leikmenn hjá Þór til varnar hér inni. Hérna er fyrsta prófraunin hjá Stjána Gula inni. Tæt komin í hjálpina. Fullt af Utili sem að flýgur hérna. Stjáni verður að ná einum en gerir það ekki. Hann er P250-aður. Pandast með Viktor, Rafle nær Tæt, Bjarni í bak nær tveim en Mozart þarf að koma í hjálpina og ná allavega einum og byrja að búa til því hlið. Vesinn á honum, Hensan er góð, Rafle með 180 snúning þarna og bæði Forsin fara til Dusty. Þetta er ákaflega erfið og sko Stjáni Guli verður að gera betur. Flössin eru góð, já, ég skal alveg gefa það, þú veist, já, en þú ert með M4, þú ert upp í 5, þú verður að ná 2 þarna, þú verður að gera það. Nei, ég meina, það er ekki hægt að segja neitt annað. Þetta er bara, þú veist, þetta er það sem ég var að segja. Þeir bara koma með stöffið þegar þeir taka þessi setplay hjá sér. Og það er engin staður sem er óhultur. Stjána líður örugglega eins og það hafi verið ekkert sem hann hefði getað gert. Fyrir utan það að hann bara pirraður ef það hafi ekki insta hitt þessum kúlum, skilur við. Hann fær alveg þarna 10 kúlur það sem hann sér, sem hann er að reyna að skjóta. En þetta er bara, þú veist, það er ótrúlegt. Forsöp allavega hjá Smókur var ekki það sem þeir ætluðu sér. Rafle, hann er fallinn snemma hér. Já, það var Mozart á skát sem að opnar þessa lotu. 2 M4-ar, 2 AK-ar hins vegar og Dusty eru búin að taka ákvörðun að þeir ætla að fara inn. Bjarni og Stjáni í vörninni. Bjarni á Newbox í kompu. Þetta ránd er must-win. Must-win. Þessi leikur er búinn ef að þó sér þessu lóta ekki. Bjarni hann er að færa sig úr stöðu og þá kemur poppið inni bara eins og það hafi verið pantað. Viktor á Stjáni Guli, hann gerir vel þarna, búinn að finna 1. Leitar að meiru, þeir eru 3 þarna, hann er búinn að finna 1, hann er búinn að finna 2. Og þarna gerðu þeir vel spila hjá Þór. 10 þessu upp þarna í bara fæta sig út úr þessu stöðu en þeir náttúrulega standa 3 í bara choke point og það er erfitt að gera eitthvað út úr því. 5-7 er náttúrulega frábær úr þessu reynsi. Bjarni í góðri hjálpavörð líka. Þetta var vel spila á Þór og must-win lota eins og við töluðum en hérna kemur Forsi. Þið verða að standast þessa prófraun. Eru búin að klikka á því í 2 rándum, verða að vinna þessa. Já, og Þórsarar létu svona Dusty smá bragða á svona í meðalega þarna, voru
í staðsetningum sem létu Dusty þurfa að taka 2 bardaga á sama tíma eða í það minnsta ef þið ná ekki að klára fyrir bardagan þá hafði Stjáni Guli frelsi til þess að vera þarna að jiggla og pipra á niður þannig að það er eitthvað jákvætt sem við getum talað hér í varnarleiknum hjá Þór eða ná að halda því áfram en staðan er 10-5 og frumkvæðið skriðþungin er Þórsmegin akkurat núna Ná snúa þessu örlítið við en forsið sem við talaðum á Dusty og þeir eru í kunnulegum hugleiðingum hér af leita frakkinn í Breiðholtinu. Hvað? Það kemur smókur frá Rafle og Dusty verður fyrir valinu. Eins og hann sé ekki alveg viss frábær smókur. Frábærlega tímasettur smókur og þetta gæti pásað hérna árásina eða hvað Viktor er í góðri stöðu til að mæta þessu Bjarni opnar þetta Tony með rífraki Viktor, hann er í vari gott jútil þarna á bombulestina Mozart og Viktor gera sér stóra á bombulestinu og Newbox og Peter og Rafle 2 eftir Rafle kom eitt að þarna út og náði galinunum Þú til, tætt, piprar hann öllítið niður en no armor Rafle hlýtur að falla hér. Anna væri bara að fá sína. Tætt, loksins, hreyfir sig og kræk. Skemmtilegur hnífur þarna. Ok, þetta var mjög gott. Þeir voru með vel tímasetta smóki í rauðastegan, Óli, og þeir ná að standast þessa prófunum góðu smókur til að skera á bombulestina til að komast út rauða gott jútil á bombulestina en þeir ná að spila sig út úr þessu á Newbox og upp á bombulestinni erfitt rán til að standast sérstaklega þeir eru búin að tapa á móti þessu tvisvar núna hins vegar kemur pistol round og þá er meiri skriðþungi á Dusty og þeir eru bara rössin grensan Mólnir fyrir niður líka á þeim hlaupa bara í gegnum hann. Þetta ætti að vera Stjáni Guli galore. Hann er búinn að finna tætt með 1. Stjáni Guli með 2. Og það er bara klokka á P250 eftir. Þetta var svona staða sem ég kalla oft squeaky bum time. Þetta er rosalega, maður herpir rassinn alveg. Þessi grena hefur gert svona 250 damage. Já. Ef ekki meira sko. Og Mollin var frábær, bara þvingar þá í að annað stoppa eða hlaupa í gegn, taka skada, no armor, þannig að þetta er mjög vel spilað hjá Stjána Gula þarna. Sko, það sem að mér fannst Þór gera vel í Force-rándinu og undan þessu, þeir feysuðu þá ekki strax. Dusty voru búin að henda fullt af stöffi, þeir hleyptu Dusty út og svo píkuðu þeir þá á 2 mismunandi stöðum á sama tíma. Já. Og það bjóð til ákveðin glundroða og það bjóð til það sem að Dusty eru mjög góður í, finnst mér, er að vera með crossinu á réttum stað til að klíra sætin þegar þeir labba inn. En ef þú gefur þeim 2 sekúndur til þess að vera komið með crossinu annað, þá getur þú komið þeim á óvörum. Algjörlega. Viktor í aggressífu stöðu, nær með 1, nær 2, neykir það ekki, Tony með 2! Rafle með 1 tilbaka og þeir falla eins og flugur! 4 farnir. 4 farnir og Mozart 1 eftir. Það eru 4 liðsmenn Dusty og það eru bara final bosses Tony og Rafle sem að alveg jarða leikmenn Þórs hérna. Sko, hvað í ósköpunum gerðist? Þetta er nákvæmlega sama crossfire og við sjáum Dusty taka í hvert einast skipti sem þeir ætla að challengea Brownholes. Þeir gerðu það með 2-falt fleiri leikmönnum og náðu helmingi verri árangri. Já. það er þessi jafnaði svo slæm sko. Þetta var óheppilegt. Ég meina þetta var rétt play til þess að kalla. Já. Bara, og sem betur fyrir þá eru þeir að byggja upp nógu mikið banka þeir ná að koma inn öðru kaupi hérna geta ennþá tekið þennan leik tilbaka. Brekkan verður ennþá brattari leiður komin í 7-12 og Mozart óhrættur þarna í bardaðan og móti Rafle og næstu bara að finna Peter. Reynir skotið hann í gegnum smókin í tvistinum. Þetta var hálsbritt frá því að gera 200 í skada. Svartið það er gott en Peter að spila anti
Bjarnana, Mollin, Píter, Hodni, Tony með Endri inni. Þetta slæmt, þetta mjög slæmt. Komin í olíu, Tony með fullkomi crosshair. Og eiga inn í setið. Bomban, búin að róta þetta inn, Dabbe að fara að henda henni niður hérna. Pandas komin á CT, Tony að halda kompu. Og þetta ætti að vera bara hold hjá Mozart og Viktor. Viktor búinn að spila sig örlítið inn í leikinn, komin á 7 frögg akkurat núna eftir afleitan fyrirháleik. Já, hann 6-3 hérna eftir hálfleik. En það kemur ekki að sök þegar að stigataflan eða staðin í leiknum 12-7, Tóni. Það bara, það er þó ekki nóg. Viktor hendir vappanum í burtu. Skemmtilegt play hérna með Viktor. En þeir eru neitt að reyna í hérna vappa. Þeir vilja bara ná þessum byssum Þeir reynir ekki í það. Sjáðu hennan aga. Já. Bara... Ég þarf ekkert að deyja það. Ég þarf ekkert að taka þessi byssu á hann. Ég þarf ekkert að deyja. Við erum með ykkur í hengihaldi nú þegar. Já, 5 lotur í röð sem við þurfum að fá hérna frá Þór. Þeir eru búin að sína okkur og þeir geta strengt saman 3 lotur hérna á sitt í hliðinni. Þannig að við getum nú ekki afskrifað liðið algjörlega. En við sjáum það að vopnbúnaðurinn ekki upp á sitt besta hjá þeim. En hvað ætlar Bjarni að bjóða okkur upp á hér í þessu rándi? Þetta duga eða drepast hérna. Vissulega mappickið hjá Dusty. Við getum ekki sagt að þetta hafi verið... Þetta ekki 12-3 leikur, þannig að voru einhverjir bjartikaflar en ég myndi segja að þetta sé ekki ennþá orðið það close að það sé að valda Dusty einhverju hugarangri farandi inn í núk. Nei, ég get ekki sagt það. Þeir eru konu með 4 lótur hérna í seinni hálfleik og 3 í þeirri fyrri. Hafandi unnið bæði pistolinn og tapað forsöpunu. Þá er þetta erfitt fyrir Þórsara hérna. Og það eru Gunnrótti sem að skilja Dusty hérna. Tvöfaldur Molli í kompu. Mozart. Og snöggt rótið inn. Já. Djúpur smókur í kompuna. Píter þarf að gefa þetta bara frá sér. Og Þór hérna að íta Dusty í áttina því að fara inn með þessu playi. Ég er eins og ekki búin að sækja mikið á IV en bomban þar akkurat núna með 2 leikmenn með sér. Hafle með djúpa línu þarna. Hermain, Viktor í vörninni. Gráðu Viktor. Jekyll Peak hérna og fellur fyrir Rafle, Tæt komin í hjálpina. Þessi smókur aðeins og sett. Flastir komið á undan. Tæt í bullandi vetunni. En Dabbe nær honum. Eiga Bjarna inni. En Mozart þarf að ná fraggið hérna á vappanum. Gæti tekinn töluverða skaða. Nei, ekki það bara sjálfsögðu alls ekki. Tekur 6 í skaða af Glensu. Tony á inni. Já, Tony á inni, Pandas komin í baki á Mozart og það rauninni enginn að valda neitt hérna. Nei. Þeir bara leið og hérna Aggressoni kom IV, þá voru þeir búin að pússa upp í Breiðholt og vissu að þetta væri ekki að fara að vera inni og Dusty bara nýtti sér það helviti vel og komu sér í bakið þeim. 30 sekúndum frá sigri eða einu fraggi á Stjána Gula frá því að þetta sé 1-0 sería fyrir Dusty. 13-7 niðurstaðan. Dusty hlaupa algjörlega með Þórsara og eins og þú talar þú veist, já, þetta er ekki algjört bust, Óli. Þú veist, þetta er 13-7 en ef þú vinnur 2 pistól og tapar báðum forsunum þar á eftir þá verður maður að setja smá spurningamerki bara, ok, þetta var ekki alveg það sem við settum upp þegar leikurinn var. Vissulega stjörnuræfliðir Viktor bara var ekki með í terrháleikinum sem að vissulega var högg fyrir þá, en þeir áttu að fara úr fyrirháleiknum og ég þori alveg að segja það
með allavega 4 ef ekki 5 rándana hefðu þið bara drattast til að vinna þetta second og third round í fyrsta. Já, ég bara, þú veist, ég veit ekki hvað ég á að segja. Mér fannst Dusty bara yfirspilað. Já, bara, sammála því. Þú veist, það eina sem ég get sagt. Mér fannst bara Þór taka hægt ránd, það sem að þeir spila, myndi ég segja, bara eitt flottasta ránd sem að ég hef séð spilað. Bara mjög yfirvegað, mjög sett upp, mjög útpælt, gengur sjúklega vel. Næsta ránd, Dusty mæti handlaði þeim, svara. Þú veist, þetta var bara svolítið sagan. Dusty lenda í vesinni, herðu við ætlum að forsa okkur hérna, og ætlum að fara inn. Þeir fullkomin stöð, fullkomna tímasetningu. Þeir ná akkurat, rotate, Bjarni akkurat að labba út og þeir að rotate öðrum inn, þeir að skipta hver hvar og grípa á buxnarhælunum. Þú veist, þetta er bara svona, mér fannst ég ekki horfa á þetta og vera bara eitthvað, Þór, þið verðið að gera þetta, þá getið þið unnið, þú veist. Mér fannst þetta bara vera eins og, þú veist, eins og völdun, þú veist. Ég horfði á þetta og ég var bara eitthvað, það eina sem ég geti gert er að vera, þú veist, að horfa í aðra átt á öðrum tímum og vinna fætana. Já. Þú veist, það var ekkert eitthvað svona objectively eitthvað, já, nei, þú áttur ekki að vera í þessari stöðu eða nei, þú áttur ekki að gera þetta. Meiri sé í síðasta landinu. Þú veist, átti Viktor að fara og klíra ævi á akkurat þessum tímapunkti? Kannski. Það var ekkert eitthvað svona, ég get ekkert hort að það var sagt bara, já, þetta meikar engan sens, glórulaust það sem hann er að gera. En það bara vill svo til að akkurat þegar hann ákveður að gera það, þá eru þið frýr að bíða eftir hún. Já, það er bara nákvæmlega þannig, en já, það er bara spurning hvort það hafi verið eitthvað jútil til, en vissulega, þú veist, það er alveg hárrétt hjá þér, þú veist, mér fannst eins og ég var að horfa líka á lið á öðru kaliberi heldur en Þór var að spila á, þannig að þeir verða að hækka en standardi sinn farandi inn í núk, en hver er MVP? Sko, það er erfiða kallið, mér fannst aldrei þessu vant ekki vera neitt sem svona virkilega bara stóð upp úr sem einhver þvílíkur playmaker inn í þessu. Mér fannst þetta vera bara liðsheildin sem að vann og mér fannst það alltaf vera réttum maður og réttum tíma sem að stóð upp. Ef ég ætla að gefa einhverjum, þá ætla ég að gefa bara Tony, hann var atkvæðamestur í liðinu. Mér fannst hann líka, þú veist, hann spilaði eins og Tony gerir og þegar við hugsum til dæmis force-roundið sem þeir vinna þarna í roundi 2, bara það að hann farið þarna út í hotn, spilið svona agað, það var bara upphafið að endinum. Þannig að Tony farið frá mér í þetta skipti. Tony MVP í fyrsta leik, en við förum í Setarkrík Kjarnorkuverið í næsta leik og geta Þór lamið Dusty niður og við förum beint í Miraz. Komumst það eftir smá. Já, hann kerið 24.000. Það getur alveg góð standi, sko. Ættir að strákar, koma að núna, vonið. Nei, bílnúmer, já, það er BNT27. Já. Flott, maður! Ég sagði flott, maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bye. Come on!
Velkomin aftur. Það var þungt yfir Þórsurum eftir lestina. Kannski kunnaði bara ekkert vel við sig í kuldanum í Rússlandi, þannig að þeir ætla að færa sig til Bandaríkjanna, í Setarkrík. Já. Sko, Núk. Mappickið hjá Þór. Þannig að þeir eru að fara að byrja terminn aftur. Þetta gæti verið erfitt, það verður að segjast, þetta getur verið erfitt sökum þess að bæði þessi möpp eru CT-sætið. Vissulega Núk örlítið minna út af því þú færð örlítið meira pláss sem Terri, þú færð lobbyið og þú færð úti og góður í smókunum og svo framvegis og þá getur við komist í Secret og eitthvað á meðan, þú færð þarna Terri-hlutana Ivy og mögulega breiðoltið ef enginn er að pússa, þannig að þetta er aðeins meira pláss sem fá að vinna með, en samt sem áður, þú ert að fara að spila á móti mjög aggressífu liði hjá Dusty sem að, eins og við sáum í Train, eru algjörlega óhrættir við að fara í andlitið á þeir, sama með hvaða vopnið þú ert. Já, ég held að eitt lið hér í kvöld hafði efni á því að mæta og ekki spila algjörlega sinn besta leik og það var ekki Þór. Nú, hvað lið var það? Og þú veist, og ég held að við séum að sjá það. Ég held að bara mér finnst Þór geta verið betra lið en við sáum minn á server í fyrsta leiknum. Og ég veit ekki hvað það er, hvort það hafi verið einhvers konar stress, einhvers konar pressa, hvort að það sé það að vanti pressa inn á serverinn eða hvað það er, en það var alls ekki eitthvað tætt underperforma sem hann var veseniður í þessum leik. En það er eitthvað, þú veist, og það er eitthvað sem er ekki að skila sér. Viktor var örugglega stór partur af því. Ég meina aftur, ef við myndum setja Viktor og hann er ekki sko með 7-14 heldur, hann er 20-14 skilur við, þá er þetta allt annað leikur. Algjörlega. En þeir þurfa að finna eitthvað og þeir þurfa að finna það hratt af því að Dusty er ekki að fara að gefa þeim neitt síðan inn í Núk. Já, það er nákvæmlega þannig. Inn í Núk förum við Setarkrík kjarnorkuverið og það er Mappickið hjá Dusty og þetta er svo mikill heimavöllur. Og það er Peter sem að hoppar þetta niður, það er Eltan, tekur bara næsta angul og mögulega þar næsta, splittar upp sókninni. Þetta er svo snirtilegt, þetta er svo ótrúlega snirtilegt. Til að byrja með, Rafle með glæsilegt 2K úti, glæsilegt, gerist ekki snirtilegra. Peter leikur á þá eins og blokkflötu. Það er ekkert, þetta er bara, þetta er svo fallegt. Þetta er nákvæmlega það sem ég væri til í að þið í Q-in í næsta leik að first roundi mitt fer svona. Já, það er bara, ég held að við alla verið punktur að skada sem var gerður á Dusty liði þarna og
mér finnst nú samt, skilur fólk ætti að vera búin að átta sig á því hvernig Peter spilar rampin, þú veist, þetta alltaf sama playbooki, sko. Já. Og þú átt að vita það að hann fer niður og hann fer til hægri og hann fer inn og hann heldur þessari línu og svo bakkar hann. Þannig að mér fannst þér bara, það hefði átt að vera búin að púsa lengra, en Viktor með opnun á deglunni á Peter, sem aldrei svo vant að spila úti. Mjögulega M4 í höndunum á honum eða eitthvað svoleiðis. Já, hann var með M4, þannig að Pandas upp á Hurt. Hann lætur vita af sér, vita núna af honum og hann búinn að finna einn. Ekki mikið að kúlum eftir Tony honum til hálftraust. Sópar þessu upp, 3K á Tony, 20 kúlur, 3 fellur, ekkert mál. Já, þetta var þægilegt. Vissulega bara deglur og þeir reyna að búa til eitthvað skaða. Fellingur að byssur og gerir þetta eins erfiðara fyrir Dusty, en Ég held sko að Tony hljóti að eiga bara sko héraðsmetið í fjölda 3+ multikilla í einni klippu á M4 A1 sko. Já, gullbringusyslumetu. Já, eitthvað svoleiðis. Þetta er bara, það er fáránlegt hvað maðurinn nær að koma kúlunum sínum til skila en Pandas hér í aggression úti. Hvað finnur hann? Finnur lítið, annað þetta er bara upplýsingar, bakka síðan. Viktor tæpur að finna hann ofan að Silo. Nú skaða gert á Pandas, hann er alveg pikkfastur. Dusty geta hins vegar nýtt fyrir það og komið honum til hals og traust þarna. Flassi flýgur, ákveður að kíkja hérna í Afríku og sér einn leikmann. Skýtur hann niður í lótar byssuna. Það er að gera töluverðan skaða þrátt fyrir að þetta sé algjörlega grá ómöguleg staða og lifir alla lótuna. Bara sökum þess að þeir eru bara vel staðsettir til að hjálpa honum að úti. Já, og líka bara sökum þess að hann hélt alltaf inni bara skottakanum alltaf þegar hann fór í einhverja línu og þú veist, hann fekk píkið í sig þarna á rauða og það var bara beint inn í kúlu sem var nýfarin út úr byssuna hjá honum og vel spilað Dusty tryggja sig þriðju lótina en þá fáið kaup hjá Þór og núna þurfa þeir að koma grimmir út frá fyrsta kaupi, Tommy. Algjörlega, það er nákvæmlega sem þarf að gerast. Bónusránd hjá Dusty, 2 MP9 Abbe og Pandas að spila þær báður á rampinum. Gæti trúið að þeir myndi fá einhvers konar utilinn í gegn eða ætlaði bara að lúra þetta fyrir aftan hann og býði eftir að smókin fari. Ég varst með einhver verði að challenge hann þegar hann feitar. Mótast hausarminn í 24 af Peter. Peter kominn. Bjarni og Stjáni með 2 opnarnir hérna á rampinum. Það átt að vera aggression eftir að smókurinn feitaði hér frá Dusty. Peter low en Tony er kominn niður. Rafle ennþá að halda, geta ennþá farið í hellið og upp en Tony komið. Þetta er svo glæsilegt hjá Tony! Þetta má ekki gerast! Héraðsmeistarinn í hauskotum. Þetta bara má ekki gerast ef þú ert Þór. Ok. Það er líf í leiknum en sem komið er enn. Rafle lifir enn. Ef að Tony lætur... Ó nei. Heyrðu ekki Mozart fara niður. Rafle þurfti einn á hann. Það þurfti einn en vel gert hjá Þór að klára þetta sérstaklega eftir, sko, þú veist, það bara, þú mátt ekki, nema þetta hafi verið planið, skilur, þú veist, núna veit ég ekki hvað kallaði hann á server, ef planið var, við ætlum að fara hell og með bombuna inn, þá var þetta allt í lagi að deyja þarna, þú veist. Það getur ekki verið. Það getur ekki verið að komið 2 leikmönnum niður. Ef planið var, við ætlum að fara niður, þá þurftu þér að bíða. Já. Þú veist, það vissi allir að þið væri á rampinu. Af hverju ekki bara hlaup? Það er með 2. Og gott jú til Tony nær einum samt sem áður með sér. Það er þriðja. Geggjustaða fyrir Þór hér. Dabbe og Rafle 2 eftir á móti 3 og þar á meðal Rafle á vappanum í retake. Ekki ákjósanlegt vopn og það gæti verið að ef að þeir fá ekkert fljótt þá Fyrir mollin að það upp. Þetta er ömuleg staða sem City. Og Viktor líka molla. Já, hann gæti alveg hlaupið inn og mollað sko.
Já, Dabbi gafst upp oss bara. Nefnum sig ekki, þeir eiga allt og marga móla eftir. Ég ætla að fela mig á rampinu með það. Peter, sjáumst í næsta rándi. En frábært rándana hjá Tide, gerir vel í opnunum og kemur Þór hérna í 3-2 og þetta nákvæmlega það sem við viljum sjá frá Þór og það sem við þurfum að sjá frá Þór ef þeir ætla að koma hérna tilbaka í mappinu sínu. Hratt, örugt, einfalt. Þetta bara eins og SS-pulsa. Góðu frasi. Þetta ekki tengiskrift. Þetta bara eins og SS-pulsa. 3-2. Ég að segja alltaf pilsa, ég veit ekki hvað ég sagði pulsa þarna. Skrítið svo. 3-2, eins og þú segir, það senasta kaupið hjá Dusty. Þannig að það væri gífurlega gott ef að Þór geti dregið eitthvað upp úr glósubókinni hérna. Og það sem þið draga Navi Smoker. Já, Peter að spila fyrir framan þessa smóka, gæti komið inn í opna skjöldu. En gerir það. Og það engin annar úti. Peter getur bara kallað að það engin. Þeir vilja ekkert fara út. Það bara held ég nákvæmlega það sem var kallað og núna fara þeir að stilla upp í að taka á móti þessu ramp-playi. Já, einn komið niður secretið, það Peter Dabbi að spila rampin ennþá og raflei í bakvöfunu. Dabbi að gera gífurlegan skaða hana, rífur í uspuna og innsiglar 3K sitt og grípið varpa fyrir sinn vinn. Þetta flikk hjá rafleið sko, hann sá stór utan á hann. Já. Sko, Þór voru með réttu hugmynd, sko, ég fíla hugmyndina. Þú veist, Navi smókar yfir, þú veist, í að koma inn í secret til að halda rotatinu. Þetta dálítið mikið það sem að Bjarni var að nota þegar hann var hjá Atlantic, nema hann var með blik þá. Þarna var hann að senda, allt annan leikmann úti til að finna opnun á Peter og Mozart ekki blik, hann ekki entry-frækjar. Hann bara... Var þetta ekki Viktor svo úti? Eða Viktor, þú veist, breytir ekki máli, þú veist. Sko, þú veist, aftur, kannski það ekkert að upplegginu þarna. Þú veist, þetta ránd virkar alveg ef að Viktor finnur Peter úti. Þú veist, það ekki hægt að kalla, úti tómt, smókarnir að feita, heldur hann dregur athygli til sín, fókusin fer af rampinum, þeir ná ekki að dobla upp á rampin, þannig að rafleik getur haldið þessar línu. Þú veist, þá gengur þetta alveg vel. En þá verður maður að spyrja sig, þú veist, voru mistökin að breyta ekki kallinu eftir að Viktor fellur? Já. Þú veist, að bara, núna hljóta þær að búast við okkur inni, förum hérna aftur, resetum í 20 sekundur, einhver að fara upp á sæl og látum heyri okkur einhvers staðar og pökkum síðan inn og stormum út gula, skilur, þú veist. Á móti liðins og Dusty, þá þarfstu bara að gera ráð fyrir því að leið og eitt skákmaður fellur hjá þér og þá eru þeir byrjaðir að stilla upp til þess að taka á móti playinu sem þú ætlar að gera. Já, algjörlega, ég meina, þú veist, þegar þú ert með líka einn leikmann að lurka úti, þá tvennt í stöðinni. Þú ert að fara í hellið eða viðbygguna eða þú ert að fara niður secretið og þeir voru mjög vel settir inni. Þú ert bara að róta það einu leikmanni niður. Viktor, hann orðið 30 HP þarna áður en hann kemst fram hjá smóknum og spreyjaður í gegn. Svo kemur Flasti til að hæja ennþá meira á hæguleikunum þar á eftir og spreyið að leita einhverju. Finnur ekki neitt. Þetta rosalegt. Ef hann bara vissi. Já. Það væri... Mér finnst ég að horfa á þetta oftar en ekki. Þannig að þeir bara spreyja í kringum á. Við sjáum Dabbi, hann komin hérna alveg allalegið niður. Þeir eru ekki búin að heyra neitt eða finna fyrir neinu uppi. Þannig að hann fer bara að spila sína passiðu stöðu hérna. En hann bara stendur út af nýju skóli. Dabbi! Þetta má ekki gerast! Hann á aldrei að ná tveim aðna, hvað þá þrem? Þetta algjörlega bannað ef þú ætlar að gera tilkall til mapsins. Og þarna láta Dusty á sitja inn í þessu. 3 löbbu út hurðina en enginn að nær frakkja á Dabbi sem var eins og úlfaldi á norðupólnum. Hann var á miðju gólfinu. Hann hefði ekki getað verið opnari.
Hann ekki svona nálagt coveri, sko. Nei, hann var að spila hurðina og svona, ég ætla að fara núna upp á kattið. Hann var að lappa úr dark. Já. Á bak við bláa kassan, sko. Þetta svo slæmt, þetta má ekki gerast. Þetta bara, ég held, ég bara fullið það, held ég aldrei séð 3K úr því að vera gripinn svona mikið með buksunar á hælunum. Mér leiði eins og við varum að horfa á bara defender í rífrag hjá bara silfuleikmanni, sko. Það voru bara bottar að labba út hurðina. Þetta var alls ekki gott og þetta var síðasta kaupið hérna Þórsmegin. Þeir þurfa að fara í spar, hleypa Dusty þá öllu líkindum í 6 hérna. Dusty þá komin inn hálfa leiðina til þess að tryggja sér í það minnsta framlengingu í þessum leik. Fantaðist hér uppi, hann finnur 1, Tony honum til hjálpar, finnur 2, 3, 4. Gullbringusvíslumeistarinn. Ja, það það sem hann getur gert þegar hann með 30 kúlur, sko. Þá ekki bara að finna 4, sko. Já, það allt annað heldur en M4A1. 6-2 og Þór. Þetta svo sárt. Já, þetta bara gífurlega sárt að horfa upp á þetta. Því að þeir voru með rétt play. Þeir hefðu náð bombunni niður. Bara eins gaman á þeir að horfa á Dusty leikalisti sína inn á server. Þá verði ég bara, sko, bara séspilunni með verður stundum bara pirraður á að horfa á þetta. Ég bara upplifa sjálf mig einhvern veginn. Og ég væri að tilta ef ég væri í Þór. Já. Margir úti, margar byssur, afle, moll, gula. Hvernig? Já, hann fyrir aftan vekk. Já, sorry. Peter bak við þykkasta vegginn í Counter-Strike. Lifir af heilsusamlegt spray hérna úr AK-47. Sko, Bjarni er kominn niður. Hann getur mögulega fundið eitthvað ef að Dusty kjósa að fara í eitthvað shenanigans upp secret sem þeir eru bara ekkert að spá í. Dabbið er bara að hanga niðri inn á B. En þeir mistu svolítið mikið á móti. Stjáni guli, hann er fallinn, Mozart er lár, Viktor er lár og Peter er búinn að spotta leikmann þarna. Líkar ekki með en Tony til staðar bak við hennar smók. Viktor inn að finnur þetta Peter. En þá voru þau 2 og þá var það 1. Það var 1 Bjarni niðri með bombu. Spurning hvort að hann hafi kallað, reynið að komast hellið og inni og ég kem upp með bombu eða eitthvað álíka. Bjarni að falla hér, gerir það, Dabbi sendir okkur í 7-2. Pældi í þolinmæðinni, Dabbi er búinn að standa þarna í dark í svona 45 sekundur. Já. Hann er bara ekkert einu svona bara að hugsa það að hrefa sig. Ég held að flestir leikmenn, við höfum talað um þetta áður, Tommy, þú veist, að það erfiðasta í töluleik eins og Counter-Strike er að gera ekki neitt. Já, og halda einbeitingunni. Já, þú veist, þið langar bara að vera að gera eitthvað. Hvort sem það sé að labba eða að hoppa eða skjóta. Þú veist, langflestir spilarar hefur verið búin að labba í gegnum doppul þarna og leitað einhverju upp secret og allt það. Sérstaklega með allar upplýsingarna sem við vorum með, hvað voru margir úti og allt þetta. Já. Dabbi bara, hann bara hékk í bara solid mínútu í dark að horfa upp og einhvern veginn er ennþá bara vakandi og til í tuski þegar að leikmæður loksins kemur. Ég virði það svo mikið þegar að leikmenn eru ekki með main character syndrome að þeir bara, já, ég heng bara hér. Ég veit hvað er að fara að loka rándunum fyrir mína menn. 7-2 fyrir Dusty og þetta ætti ekki að vera hratt ránd, finnst mér. Ekki með að við skátin á Mozart og Diglur restinni. Við erum að fara að fá eitthvað pick. Einhver pick. Býð eftir jútilinu, fá það út, skátin. Skýtur einu skoti, vitum það því að einn er upp á silo. Viktor, vita af Viktor, hann næra að komast í secretið þarna, alveg frítt og það er enginn til að taka mótunum en að sjálfsögðu þá, eins og flesti vita, þá þarf að gefa frá sér hljóð til að opna eitthvað niðri. Gæti komist upp ventið. Held að þessi óbrotið, svona miðað við ekkert jútil var notað á ískur í byrjun.
Það gæti fyrir Bjarna að kalla inn í röss, en Rafle nær umtöluðum Bjarna. Já, hann tók litla puttan á honum annars. Já. Bjarni 1-10 hérna í þessum leik. Þetta svo mikið brekka, þú veist, þú þarft að vera svo andlega sterkur til þess að spila í gegnum þetta. Og sérstaklega þeir eru að spila móti, sjáðu, þeir eru ekki búin að hreyfa sig, Tómi. Þeir eru ekki að hreyfa sig, þeir vita þeir eru á deglum og einhverjum pistols. Láta heyri sér, það eru náttúrulega algjörir törrett að spila þarna hinum megin. Fremstur í broti fylkingar þar að sjálfsögðu er Herra Tony. 16-2. Þetta gervigreindin ekki að koma til að leysa Tony að hólmi í vinnunni. Tony að koma til að leysa gervigreindin. Já. Það eins og maðurinn sé tölvu, það eins og sé vélmenni stundum. Það bara, þú horfir á hann, það stekkur ekki á hann svipriði, hann ég bara kjurr, þangað til ég þarf að hreyfa mig, hreyfi ég mig nákvæmlega eins mikið og ég þarf að hreyfa mig, ég hitti öllum skotunum mínum og ég fer aftur. Þetta svo myndilega góð að srá. Bara maximum efficiency, alltaf. Það hratt inn í play hér, Mozart, það bara að finna opnun ásamt Bjarna. Mozart fellur samt þarna á móti Peter, en þeir eru búnir að fá innisætið. Rafle svarar þarna tilbaka, þeir eru 3-3, Viktor vel staðsettur með Peter. Þá það postplant. Loksins bomb var komin niður, Viktor með annað fallegt skot á dabbið þarna. Veit hann af Rafle inn á CT, veit hann núna og hann tekur fætinn. Og Viktor, það var eins og hann hafði fengið sér full sattan á þessu vestinni og bara ætlaði að gera eitthvað. Hækka aðeins tempóið þarna og ég hrifin að þessu, smá Kanadamaður þarna í Mozart að hoppa upp á viðbyggingu og taka entryið upp á gula. Svipar til Twist að sjálfsögðu af Days sildu sigri heiminn að hafa verið á móti Navi. Sín tíma. Tómi, núna þetta það sem ég vil sjá. Núna þetta sem ég vil sjá. Ég vil sjá reyna aftur eitthvað hratt og sjá hvað þeir geta fundið. 2 vappar samt hér hjá Dusty. Peter var komin upp á bílskúr að leita að einhverju. Og kraustir Dusty núna. Ó, bílskúr móla. Tómi með fæt í gegnum ískur, smókin. Ói! Rafle hjálpinni nær Stjána gula, einn upp á viðbyggingunni, það Mozart. Bjarni ofin í stíkrit, en þeir verða að fæta hér. Bjarni hásbreytt frá því að koma hjálpinn á réttum tíma, en 9-3 niðurstaðan í fyrri hálfleik og já, það ekki rétt hjá mér að þetta nákvæmlega sama og í trein? Jú, og bara, þú veist, þetta skot frá Peter. Já, þetta var suttalegt, dalegt. En aftur, ég meina, þarna hlupuður að stað eins og þið væri að fara að taka eitthvað hratt. Svo komum bara einhverjir mólar og eitthvað og það svona hæðist á þessu, svo bara svona rann út í sandinn og Dusty bara pikkaði það á alla einhvern veginn og bara fengu fætana sem þið vildu. Ég að velta fyrir mér af hverju fyrsti smókurinn og honum var ekki kastað af Viktor. Hélt á honum og svona, nei, ég ætla ekki kasta honum og kjölfarið hægir á 3 sekúndur á fyrsta kassa, en ja. Þannig svo grensægiskur, smókur viðbyggingu og hlaupa rampinn. Þetta er ekkert kjarnorku vísindi. Það hlaupaði niður Stjáni guli í vörninni. En Tony nær því frækki eldur á Tony. Rafle, Viktor, Dabbe, allir með sitt mark á þennan leik. Bjarni, einhvern veginn, þetta er svona únóri vörst þarna, þeir eru búin að skipta stöðu. Og einhvern veginn voru þeir komnir inn á sætin og núna eru þeir aftur að berjast við að komast á sætin. Þetta var áhugavert. Hvernig þetta spilaðist Mozart, hann verður fyrstur upp hérna, kemur inn í Heaven og þeir heyra þetta langa leiðir. Sniðugir, klýra þarna, Bjarni kominn djúpt út. Deyr í droppinu, þetta er svo sásökafullt. Þetta er svo sásökafullt. Mikið hlasar bara. Þetta getur gerst. Sko, ég ætla bara credit where credit is due, sko. Ég væri búinn að brjóta lyklaborðið mitt heldur. Þú veist, það bara... Ég með sko... Mér finnst þetta svo... Mér finnst svo óþægilegt að horfa á þetta. Af því að, þú veist, ég veit hvað þetta eru góðir spilarar. Já.
þú veist, ég veit hvað þeir eru góður. Ég veit það ef ég væri að þinn á þessu server, ég ætti ekki break í sko neitt Þórsmegin. Við værum báðir í bara, 0-15. Já. Og svo bara horfum maður á statlineið og það er bara 4-13, 2-11, 5-12, 3-11. Þetta er bara gífurlega erfitt að mæta liði Dusty sem að eru með blóðbragð í munum. Þeir vilja landa sigrinum, deildarmeistaratitlinum, voru efstir á stigatöflinu og enginn átti séns í þá. Eitt liði náði mappi af þeim. Sko Tóni er 18-4. Já. Þú veist, við erum búin að spila 14 Rafli er 13-3. Já. Þetta er bara magnað. Þetta eru magnaði leikmenn. Við erum búin að spila 14 ránd og hann er bara að falla í 4 mann. Ég mundu minn. Þetta er svo snirtilegt hjá Rafli. Túki á rampinum. Execute út ískur. Bjarnin er einu tilbaka en núna vita er upp á hár hvar hann er niður komin. Viktor upp í heaven. Fellur hér fyrir Rafli og Galil og sendur okkur í 11-3. Og ef þú hélst að Train var í vesen, þá var Núk ennþá meira vesen. Já, Dusty, þeir eru með allar byssurnar og við erum með enn annað forsið hjá Þór. Og það er upp á tætt. 2-9, skát, dikla. Það vil ég sjá uppuna syngja, Tommy. Uppan syng, þetta er svo laglaust. Ég er mikill uppumaður. Ég er mikill uppumaður. Uppan skemmtir. Já. Stjáni Gulli. Upplýsingarnar. Mozart býst bara alls ekki því að það er bara maður hlaupið hér með sem smók. Það er þetta illa að tala landsbyggðar leikmenn að kalla á sveitalupa sko. Man er bara drasl. Ég er aðdáðandi sko. Já. Ég er uppi fann. Rafli hérna Þór og tilið komið framalega hér bann. Gerir 14. Bjarni og tætt bann komið með eina fellu. Bjarni finnur aðra. Bann komið með aðra. Já, ok. Bann er back. It's back baby. Peter finnur Bjarni hann að þá er tætt eftir einn inni. Hann er með leikmenn, sikur megin við sig. Ég er Stjána ennþá inni. Ég er Stjána inni og bæði Peter og Pandas eru lágir. Ekki nógu lágir. Pandas á núna 7 eftir. Vissulega ekki, en Stjáni þarf í rauninni ekkert að gera neitt. Hann er komin í góð stöðu, hann veit að Pandas var upp í heaven, en hann gæti vissulega hafa rótið það niður, en þetta er góður séns að taka. Halda sætinu uppi, hratt rótið niður, er öruggara heldur en upp. Pandas með rétta hugmynd. Þeir spildu svo vel! Já, þetta er bara oh my God! Fallega spilað, frista og leyfa Þór að gera mistök. Sjáðu bara hvar Peter plantar. Já. Þeir spila 100% kringu það að hann sé í nákvæmlega þessari stöðu. Já. Þeir molla út vippa. Já. Hann plantar í vari frá Squeaky af því að hann er á bakvið Tetris. Pandas er komin upp í hotnið þannig að hann getur valdað bæði main og oh my God! Þetta er bara yfirspilun. Dabbe á ótasökun, kemur þetta inn en fellur fyrir Bjarna. Píti komur opnum úti á Viktor, Rafli með Mozart og eru þetta senustu 3 leikmennirnir hjá Þór sem að spila hérna í ljósstæradeildinni. Stjáni Gulli og tætt núna 2 MP9 sem standa á milli Dusty og úrslitaleiks á móti annarkvort Vega eða KPJ. Pandas finnur Stjána og tætt. 1 eftir, inn í viðbingu. Það tók 16 ránd til að finna hver sigrar hér í Núk og Dusty gera það 13-3 og Dusty fari í úrslitaleikinn. Þetta var yfirspilun, algjör yfirspilun. Nei, sko, þú veist, í þessu rándi þarna, þetta var svo over-engineerað hvað þeir gerðu. Já. En á sama tíma, þá bara, þú veist, það eina sem að hefði getað klúðrað þessu fyrir þá er ef hann hefði einhvern veginn verið að koma upp heaven.
það var það eini sjensinn á að þetta play virka ekki þannig. Já, vissulega, ég held að þeir hafa alveg verið tilbúinir að taka því ef hann myndi gera það. Þú veist, þú getur stundum bara að spila prósentunar og þeir voru með helviti góða prósentu að það myndi allan að koma frá ískur eða gula. Ég ætla bara að segja það. 99,9% af liðum hefur spilað þetta þannig með Money Heaven og bombuna í Squeaky. Já. Þeir hefur hlaupið og verið plantað á baka sæla. Já. Og þeir bara hefur hlaupið fram í þessu línu og svona vonast til þess að það myndi ekki ganga og þeir hefur spilað mannin bara upp í Heaven, þú veist, til þess að koma út og taka treytið ef hann svingar, skilur þú veist, einhvern veginn spila þetta passíft en þeir kjósa að spila þetta þannig að Pandas labbar katt alla leið út í hotn, hann heldur á stöðunni sem úr aldrei að fara að klíra á þessu tímapunkti þegar að vera að planta við hliðina þér. Þetta er svona, þú veist, þetta ástæðan fyrir að tala um þetta er út í að þetta kristallar af hverju það er svo ógeðslega erfitt að spila á móti þessu döstíli. Já, eitt sem ég er samt að velta fyrir mig bara í sambandi við allt þetta ránd. Núk var bara algjört bust, þeir áttu ekki break, gott og vel. Eitt sem ég er að velta fyrir mig samt að var tætt að óvart hoppa því að soundcueið eiginlega lætur Pandas kíkja á hann. Þú veist, hann hoppar aftan á dífildinu, bam, og í kjölfar á því, þeir vissulega hann var inni, þú veist, umbáðan búin að ná nokkuð fröggum, gott og vel, en soundcueið bara, ég er hérna. Ég held að hann hafi verið, það gæti að vera óvart, en þetta lúkkaði svona smá eins og hann hafi verið að reyna að draga út einhverja hreyfingu. Af því að þú veist, hann hoppaði og svo svingaði hann hinum megin við sælóið. Já. Þú veist, þannig að það var eins og hann væri einhvern veginn að reyna að fá þá til þess að kíkja svo hann gæti mögulega að fengi fætin, ég veit ekki hvort það var búið að kalla þeir væri lágir eða hvað það er, en eitthvað gerðist í það minnsta. En bara svona, þú veist, þetta er ástæðan fyrir því einhvern veginn að mér finnst bara þetta döstílið, það vinnst í undirbúning. Þú þarf bara að vera tilbúin í algjörlega allt, þú þarf að vera með in-game-lítir sem er svo algjörlega bara on the ball að geta kalla alla möguleika og þú verður í rauninni að spila leikinn þannig að þú hleypið þeim ekki í nákvæmlega þessi moment sem þeir leysa svo vel. Og við sáum Þór gera það nokkur sinnum. Við sáum þá taka bara sín set play og sín executes og þegar þeir voru ekki að missa menn snemma út af einhverju aggressioni hjá Dusty þá gekk það ágætlega hjá þeim. En þeir lentu bara trekk í því að missa 1 eða 2 snemma. Fara síðan í einhvers konar svona salvage mission á randið. Jafnvel skilur treyta. Jafnvel að ná yfirhöndinni. Og svo bara, þú veist, svo vantar einhvern veginn eins og að komi, þú veist, það vantar einhvern veginn eins og að komi rétt kall í þessum aðstæðum. Af því að það er einhvern veginn bara, horfðu á 5-3 randið og train, þú veist, og þeir ákveða að fara úti og Dusty er bara með 3 manns úti, skilur. Svo bara í hvaða auka upplýsingar þurfti til að kalla inni þar, skilur, þú veist, og taka þá sensin á að fara á sætin sem er líklegra með færri einstaklingum bara sem dæmi. Ég veit það ekki, ég get ekki svarað því, en þú veist, mér finnst það bara gerast allt og oft að Dusty leysi þessi vandamál allt og vel og hitliði gera það ekki. Því að, já, það er ekki verið að make a play á móti þeim og það er eins og skotkraftinu sé ekki til staðar, en þú veist, þetta var frábælega vel spilað á Dusty, það var í rauninni aldrei spurning, þú veist, það er 10 run total sem að vinna í 2 möppum, þú veist, það er ekki mikið. Nei. Yfirbörðir, MVP. Tony. Já, atkvæðamestur í báðum leikjum, þú veist, hann var bara velmenni inn á þessu server, hann var 18-4 hérna á einhverju tímabili, algjörlega, þú veist, óhaggandi í öllum sínum aðgerðum, multikill og multikill, alltaf hvað, 1-4K, 3K, þú veist, það sem hann bara algjörlega slekkur í einhvern sóknum. Og það er líka bara eitthvað sem að vantar í önnur lið, þú veist, er bara leikmenn sem að gera þetta consistently og það hlýtur að vera bara, þú veist, ég bara neita að trúa því að einhvern veginn kalt mat objectively CSGO er það mikið betri aimerar heldur en hinir sem er inn á servernum, þetta er bara staðsetning og einhvern veginn bara hvernig þeir eru viðbúnir því sem er að fara að gerast. Teamplay. Já, þú veist, mér finnst stundum eins og Dusty sé bara,
þú veist, með eitthvað svona minority report bakenda, skilur að þeir eru bara eitthvað, já, þeir koma 4 inn í næsta rándi, skilur þú veist, og það virðist einhvern veginn vera bara fullkomlega spilað í kringum allt sem hún reynir að gera og það er ástæðan fyrir því að ég var bara, þú veist, að vilja bara brjóta penna minn, skilur þú veist, að því ég var bara, þeir eiga að geta gert betur, þeir eru betri heldur en þetta, en þeir eru bara látnir líta illa út í þessari seríu. Já, bara algjörlega og Þór, þú veist, hefðu við verið hinum einn í brakketinu, ég skal alveg gefa þeim það að þeir gætu verið að fara að mæta þeim í úrslitum og það væri náttúrulega allt annað, það kom með hennan úrslitaleik inn allavega og kom með Hauka pressu og underdog og allt það og við sáum hvað Saga gerði við Dusty á Skjálfta þegar pressan var komin og menn voru á lanu og svo framvegis, þannig að það eru svona ákveðnir hluti sem geta svona ennþá aftur að berja úr Dusty-leikmönnunum en svona fórum sjóferð þá, það er nákvæmlega þannig. Hins vegar þá kveðjum við í kvöld KPJ og Vega mætast á 5. eftir 2 daga. Kalt mat, hver að fara að segja þann leik? KPJ. Mögulega KPJ að fara að mæta Dusty í úrslitaleiknum. Ekki missa af útsendingunni á 5. Geggjaði leiku þá, ég einhvers þar í flugvél, við sjáumst ekki, en við sjáumst á úrslitakvöldinu á laugardeginum þar næsta. Sjáumst þá.